Þá erum við komin í FB. Sara, hvað getur þú sagt mér það sem er í gangi hér? Við erum að undirbúa tískusýningu unglistar sem verður haldin 2. nóvember. Þemað er tímaflakk, ekki satt? Jú, það er satt. Þemað er tímaflakk og við erum öll bara að byggja okkar eigin línur í kringum það. Er eitthvað þema hjá öllum eða er fólk að fara í mismunandi áttir? Fólk er að bara túlka þetta eins og það vill, sko. Það eru sumir sem fara fram í tímann, sumir aftur í tímann, margir að blanda saman. Og þessi tískusýning, hún er árlega, ekki satt? Jú, hún er árleg. Þetta er unglistar heldur tískusýningu hverju ári. Og hver eru það sem að taka þátt? Það er núna í ár verður FB og tækniskólinn líka. FB-krakkarnir erum öll á fatanunarbraut, við erum öll að klára núna. En tækniskólinn, þau eru öll á fatanunarbraut, þeir eru bara hvar sem er í náminu. Já, við erum komin hérna í klassíska listanskólan, þar sem að krakkarnir eru á fullum undirbúningi fyrir unglist. Þið eru að fara að sýna núna á unglist. Já, heldur betur. Hvað getið þið sagt mér ykkar verk? Þess að verk eftir alveg eiginlega, eða nokkur verk. Við erum búin að blanda þeim svolítið svona saman. Og sem sagt Camilo hefur svolítið mikið, sem sagt danskennarinn okkar hefur svolítið mikið verið að blanda þessu verkum saman og breyta hreyfingum til þess að gera þetta meira svona að okkar. Finnst ykkur þetta mikilvægt, unglist, þessi hátíð? Já. Algjörlega. Algjörlega. Svo mikið bara einhvern svona, þegar ég fór í fyrsta skipti í fyrra þá var ég að taka þátt í unglist. Og mér finnst það svo mikilvægt eitthvað til þess að kynnast bara öllum öðrum dansskólum. Þannig að ég vissi ekkert að öllum hinum dansskólunum. Og þá að bara vera komin inn í rými þar sem við erum öll bara jafn og erum bara dansarar og erum öll hérna með sama áhugamáli og það er að dansa. Líka bara ógeðslega gaman að sjá, þú veist, hvað aðrir skólar eru að gera. Maður er ekkert endilega einhverju nánu sambandi við, þú veist, hina hvað þeir eru að gera. Þannig að svona svolítið gaman að sjá bara mismunandi. Hvernig er æfingaferlið búið að vera hjá ykkur? Mjög strangt. Frekar strangt, sko, Við erum mikið að svita og svona alls konar. Svita, blóð og tár og öllu bara. Já. Stífar æfingar? Já, mjög. Niður, geggjaður. Svo hvað er hreyfingin með 2? Svo horfa svona við. Not I! Þá erum við komin í MH og við ætlum að kíkja hér í leikhússporttíma, ekki satt, krakkar, Daniel og Helga? Jú. Hvað getið þið sagt mér þennan áfanga? Þetta er nú bara undirbúningu fyrir... fyrir Leiktu betur eða Sleiktu hnetur, sem er svona undan keppnin. Sleiktu hnetur? Yes. Já, sem sagt, áfangin er basically bara svona að kynna nemendur fyrir spuna og svoleiðis. Spunasporti. Já. Síðan er sem sagt MH og leikfélagi MH með Sleiktu hnetur sem er þá oft undankeppni fyrir Leiktu betur. Hvað gerir þið í svona tímum? Við lærum nýja stíla. Já, sem sagt við förum bara í það hvernig hver og einn stíll virkar, eins og sápuóperustíll eða James Bond stíll eða álíka. Ritvélastýl, eitthvað þannig, bara allt. Og við fáum það bara að leika okkur með alla stílana og bara fíblast, sko. Free space til þess að fokka upp. Já, í rauninni. Segð mér, hver er fyrsta reglan ef maður ætlar að taka þátt í Sleiktu hnetur eða Leiktu betur? Ekki segja nei. Já. Það er bara Já regla og. Já, það er bara já og. Það er regla nummer 1, 2 og 3 að segja aldrei nei við uppástungum þegar þú ert upp á sviði í spunanum. Ha 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 ha!